Núna óvænt tap hérna í bikarnum, þú getur ekki verið ánægður eftir þessi úrslit? Nei, bara klárlega ekki og mjög svekkjandi að detta út á móti spræku Þróttaraliði hins vegar og þeir gáfu okkur bara virkilega góðan leik þannig að áttu þetta bara voru grimmari en við og komust yfir þannig að við áttum alltaf á brattan að sækja og gekk bara ekki að ná í jöfnunarmarkinu þrátt fyrir fína seinni hálfleik reyndar og fullt af sénsum en það bara datt ekki okkar megin. Þróttar að komast yfir en þið jafnið, hvað gerðist svo? Ég veit það ekki eiginlega, mér fannst, þeir komast yfir í sinni fyrstu sókn, fá ódýrt horn, skora úr horninu, við höldum áfram svolítið að stjórna leiknum en þeir komast aftur yfir úr föstu leikatriði minni mig og eftir það vorum við bara, það gaf þeim blóð á tennurnar og jókst sjálfstraustið þeirra liði fannst manni, þannig að þeir komust betur inn í leikinn en mér fannst svona kannski fyrstu 20-25 mínútur af leiknum þrátt fyrir að þeir hefðu skorað 2 mörk við algjörlega stjórna leiknum. Svo seinni hlutin af fyrri hálfleiknum og því miður þá fengu á okkur 3. markið og þeir áttu svo sem alveg hættuleg færi og sóknir í fyrri hálfleiknum en í seinni hálfleiknum þá var þetta nú nokkurn veginn einstefna og ekki mikil ógn á okkar marki í seinni hálfleik en því miður þá náðum við ekki að jafna leikinn og því fór sem fór. Fáðu okkur 2 mörk eftir hornspyrnur og 3. marki var eftir fyrirgjöf. Hvað þarf eiginlega að laga? Ég hef nú ekkert sérstakar áhyggjur af því. Við hefum gengið ágætlega að verjast föstum leikatriðum í vor og það sem hafa verið móti og þessum mótum sem hafa verið í þessum mótum í undirbúningstímabilinu. Þannig að við þurfum bara þetta klaufalegt að fá þessi mörk á sig. Það er bara þannig, við erum bara að skoða það en það hefur svo sem ekkert verið neitt vandamál. Núna dottnir út úr bikarnum, 2 stig í deildinni, þetta er ekki beint draumabyrjun hjá Framanum? Nei, taplausir í deildinni, það eru bara 2 leikir búnir, þannig að við skulum vera alveg rólegir með það og þannig að það er alveg ásættanleg byrjun í deildinni, maður er ekkert að hafa áhyggjur af því, en jú, vissulega höfðum við viljað halda áfram í bikarnum en þetta er raunin og við verðum bara að díla við það og halda áfram. Tiago kemur inn í liðið og skorar, hversu gott er að fá hann aftur inn í byrjunarliðið? Jú, vissulega mikilvægur leikmaður fyrir okkur, ekki spurning, en hann þarf náttúrulega að vera heill til að spila og þetta er fyrsti leikurinn sem hann getur byrjað og vonandi bara náðu að fjölga mínútunum eftir því sem álíður. Aron Snær, hann fer framleikið við Fram en er settur út á lán en spilar hérna í dag, hver er ástæðan fyrir því? Já, við ákváðum að lána hann og það var nú ákveðið áður en við dróðumst á móti Þrótti í bikarnum en við erum að lána hann til þess að hann fái mínútur og verði betri leikmaður og ég ætla þá ekki að fara að taka mínútur af honum sem hann átti möguleika að fá og þannig að ég fannst að þetta er alveg, þetta getur verið tvíeggja en við tókum þessa ákvörðun og ég held að Aron í sjálfu sér skiptir svolítið ekkert sköpum með þessum leik en vonandi heldur hann bara áfram að koma Þrótti eitthvað lengri í bikarnum, það verður bara gaman að fylgjast með honum í sumar og vonandi heldur hann bara áfram á þeirri braut sem hann verið hjá okkur og bæti sig vonandi með fleiri mínútur þar heldur hann kannski hefði verið í boði hjá okkur, maður veit aldrei hvernig málum þróast. Delfin ekki í hóp í dag, býstu við honum í næsta leik gegn Val? Ólíklegur á móti Val, en vonandi bara eftir það, en það verður bara komið í ljós reyndar, það kemur svolítið í ljós á morgun, á fer hann í skoðun og við vitum nánar stöðuna á honum, þannig að það verður bara aðeins að sjá til hvernig það þróast. Næsti leikur Valur, hvernig er undirbúningurinn fyrir hann? Já, ég menna þessi leikur er náttúrulega bara að klára þennan leik og svo mætum við bara spræku Valsliði sem eru bara með mikil gæði og verður erfiður andstæðingur, þannig að við þurfum bara að vera tilbúnir í þann leik og aðeins að kannski að bæta upp fyrir það sem að gerist í dag. Takk hérlega. Já, takk.